30. desember árið 1935 fjölmenntu spariklædd börn á jólatrésskemmtun Ungmennafélags Keflavíkur. Skemmtunin fór fram í samkomuhúsi bæjarins sem hét Skjöldur. Það var gott veður, lítilsháttar frost og börnin voru spennt og glöð. Skömmu eftir að byrjað var að dansa í kringum jólatréð breyttist skemmtunin hins vegar í martröð þegar eldur kviknaði í trénu. Sigurbjörn Reynir Eiríksson var 9 ára þegar þetta gerðist og af þeim sem björguðust úr brunanum hann einn fárra sem enn á lífi. Mann fyrst eftir því að eitt kerti féll niður, vorum að dansa í kringum jólatréð, féll niður og byrjaði að loga og maður bjóst við þetta væri ekki eins mikið eins og varð en þetta fuðraði bara upp þetta jólatréð, það var venjuleg kert á þessu og þetta náði upp í loft og þetta fuðraði bara upp á nokkru sekúndur var aðelda. Dagný Gísladóttir skrifaði bók brunan í Skildi fyrir 5 árum síðan. Mér skilst að það hafi verið 200 manns í húsinu þegar þetta gerist, 180 börn. Og þau eru að syngja og dansa í kringum jólatréð og það gleði og gaumur. En svo kviknar í jólatrénu, það var lifandi kerti á jólatrénu og á stuttum tíma þá verður þetta samkomuhús alelda og börnin forða sér út í óboði og þarna einhverjir fullorðnir og reyna að bjarga því sem bjarga verður. En niðurstaðan var sú að þarna brunnu inni eða létust af völdum brunasára 10 manns og þar af 7 börn. Það voru stríð í loftinu, þetta var náttúrulega timburhús og betrekki eða eitthvað og hann rúlaði saman og fór logandi út af veggjan og þetta bara skeiði á augnabliki sem var aðelda. Það voru 2 hurðir á salnum, litlar hurðir, svona ógönguhurðir sem brú megin og það var bekkjarröð alveg sem lokaði annarri hurðinni. Það tók tíma að opna hana, að rífa bekkjana frá. Við krakkarnir gátum ekki tekið á það. Ég held að það veri prestur eitthvað sem var hann inni og tók bekkjana og þá fór þetta ganga. Það bara tráðningur þegar maður kom fram í andyrið. Þá opnuðust hurðirnar inn, útihurðirnar og tvöfaldar og krakkarnir, náttúrulega það var tráðningur og allir að komast út og reyna að tróða sér út og það lokuðust. Það fór á bakviðar og lokuðu hurðunum. Og varst þú þá inni? Já, já. Ég komst inn með þeim síðustu held ég út og það tók tíma að brjótaður utan frá brjótaður upp. Það var Ólafur Ingvarsson var handan fyrir utan og sló í baki og ég held að það var að slá í mig að hann var að slökka í jakkanum eða fötunum mínum. Og ég lappaði hálfa leið og kom einhver og bar mig heim. Og það var náttúrulega annar útgangur úr kjallaranum með bara vissum ekki að því. Það voru sumir sem komast þar út. Fyrstu fréttir af brunanum voru ónákvæmar og jafnvel rangar. Þannig sagði til dæmis í aukablaði Morgunblaðsins brunann að dyr hússins hefðu verið læstar sem var ekki rétt. Allar dyr hússins opnuðust hins vegar inn sem tafði gríðarlega fyrir rýmingu hússins. 2 aðalútgangar voru úr salnum. Annar þeirra lá í gegnum fatahengið og þaðan út útidyrnar. Til þess að komast út þá leið þurfti að opna 3 dyr sem allar opnuðust inn. Eftir þennan atburð var lögum brunamál breytt þannig að dyr á leikhúsum og samkomuhúsum skyldu opnast út. Og það var það sem gerði þetta svona erfitt að þegar hópurinn þrýstist á leiðin út að þá ekki hægt að opna dyrnar og þarna eru sterkir menn sem ná að halda þeim opnum tíma þannig að fólki kæmist út. En þetta breyttist eftir þetta sem var þá eitthvað jákvætt. Mér fannst kannski áhugavert hvað ég vissi lítið þennan atburð af því að ég hafði alist upp í þessu bæjarfélagi en ekki kannski heyrt mikið hann. Og mér fannst líka mikilvægt tíminn var að renna frá okkur og þessi saga var að fara og þetta fólk var komið á aldur og ég hugsaði með mér að heyra sögu þeirra og skrá hana niður. Ég brendist illa á höndunum, ekkert í andliti og nakkanum. Því að hitinn var allur aftan ég hef haldið fyrir andliti eitthvað svo eiginlega hefur þetta bara brunnið hárið og nakkana hérna og eyrað hérna og hendurnar, annað slapp. Varstu lengi að jafna þig? Ég var ár á Landakoti og voru sendir þangað. Á þessum tíma var lítil þekking á því hvernig ætti að meðhöndla alvarleg brunasár. Sigurbjörn fór í aðgerð þar sem var skorinn eins konar vasi á magann á honum. Hann var svo látinn setja hendurnar í vasann þar sem þær áttu svo að vera í 3 vikur til að hjálpa þeim að gróa.
Þetta var tekið af maganum, grætt á hendunar, inni því þetta var svo brunnið inn í bein og þá var maður að liggja í 3 vikur, það var bara skorið hérna á og flætt undir og stungið hendinni, látið gróa, svona skorið svo af eftir 3 vikur. Svolítið þetta hafa fyrstu mánuðin voru erfiðir. Já, það sem kannski gleymist einmitt þessi sem að brunnu illa og við tók löng sjúkralega í Reykjavík og sá sem var lengstur í meðferð var í 5 ár. Þannig að þetta var mikið fyrir fjölskyldur og erfitt fyrir alla. Það er langt sem þetta var, læknismeðferð var kannski ekki komin langt á þeim tíma. Hvernig voru svona sár meðhöndluð? Já, þetta svona að lýsingum að dæma var þetta svolítið frumstætt og svona það sem maður hefur heyrt að það var verið að væta lýsi í lög og það var reynt að kæla eftir fremsta megni og það var mismunandi hvernig meðferðin var. Sumir fengu meðferð heima í héraði. Einn neitaði hreinlega að fara til Reykjavíkur og fekk meðferð hjá lækninum hérna heima og aðrir fóru til Reykjavíkur en ég hef líka heyrt af viðtölum lýsingar af því að þetta hefur verið mjög sársaukafullt og þeir hafi heyrt veinin í börnunum, það hefur verið að skipta á umbúðum og þannig að þetta hefur tekið á. Þetta var hryllilegt að sjá þetta fólk sem var brunnið þegar maður var niður á læknastofu hjá Helga læknir. Hann var hérna í Keflavík þá og hann stóð sér vel í þessu. Þetta var voða illa brunnið, þetta var hryllilegt að sjá þetta alveg. Og það áttu margir sárt að binda. Þú hefur borið þessa merki alla ævi, hefur það háð þér? Nei, það var ekki á mér. Ekki neitt. Ég hef verið mjög heppinn. Bæði í lífinu, bara lærði húsasmíði í Reykjavík og vann við hana lengi og vann við húsasmíði 11 ár í Bandaríkjunum. Svo hérna á Keflavíkurverktökum, aðalverktökum, byggði nokkur hús hérna í Keflavík. Svo þetta er ekki á mér. Vel giftur, góða konu og mikið af börnum og barnabörnum. Ég hugsaði bara því ég kom á spítalann, ég átti sömu verina áfram hérna í Keflavík og að ég yrði svona, þetta yrði svona. Ég er ekki breytt. Bara ákveð að lifa við þetta, það var engin áfall að hjálpa það neitt. Bara ákveð og það var aldrei spurt og aldrei stríkt og aldrei neitt. Þetta var alltaf mjög lamandi á lítið samfélag. Þarna búa í Keflavík 1300 manns og þú getur rétt ímyndaðir, þetta er há tala látinna og þetta eru börn og þarna þekkjast allir mjög vel. Þannig að þetta var gríðarlegt áfall fyrir samfélagið og það sem kannski gerist þá er að það verður sveipað þagnarhjúp. Þetta er ekki rætt, það var ekki til síðs á sínum tíma að ræða þessi mál og það kemur fram í viðtölum mínum í bókinni og yfirleitt alltaf þessi setning, þetta var ekki rætt á mínu heimili, menn báru bara harm sín í hljóði. Þetta gerðist jól, gerði þetta það verkum að jólahald hjá fólki var jafnvel erfiðara árun eftir? Já, maður heyrði það í mörgum viðtölum að það var nú sumum stöðum bara ekki jólatré, aldrei lifandi kerti. Og ég hef heyrt frásögn af því að til dæmis sá sem lék undir söng barnanna þurfti alltaf að fara aðeins afsíðis þegar að jólalögin voru leikin og jólaskemmtunum. Þau voru erfiðin. Það var bara að fara afsíðis en það var ekkert endilega rætt. Það var ekki lifandi jólatré eða kertaljós lengi á eftir. En ég hef aldrei verið eldri eða neitt. Svona í ljósi þess að það var þögn þetta á þessum tíma. Var eitthvað talað hetjudáðir manna sem að björguðu fólki þarna? Já, það er kannski það sem hefur svolítið fallið í gleymskuna dá líka. Það eru þessir menn sem stóðu vaktina og konur og fórnuðu lífi og limum til þess að bjarga þessum börnum, gerðu allt sem hægt var að gera. Og sem dæmi má nefna að sér Eiríkur Brynjólfsson var síðustu manna út og þá logaði hár hans. Börn séra Eiríks, Guðmundur og Guðný segja föður sinn ekki hafa talað atburðinn. Guðmundur segist sjálfur hafa heyrt á honum þegar hann var 15 ára gamall, hefði einhvern veginn ekki tengt hann við brunasárun á höndum hans og höfði. Guðný segir að það hafi ekki verið fyrr en eftir að faðir þeirra lést að þau heyrðu talað brunan.
Það hefur aldrei verið hægt að viðurkenna þessa hetjudáð af því að einmitt þessi atburður var svipar þessari þögn og hann var ekki ræddur og þá gleymdust þessar hetjur líka. Er þetta eitthvað sem þú hugsar oft þessi atburður? Já, hann hvarflar að manni alltaf. Það er ekki það. Að ég finnst vera tiltölulega heppinn að sleppa lifandi, sko. Dagný segir eina sorglegustu hliðin á brunanum vera þá að ekki hafi verið hægt að bera kennsl á öll börnin sem brunnu inni. Það var ekki hægt að þekkja þau. Þannig að þau voru sett saman í kistu nema lítill drengur sem fannst í fanginu á ömmu sinni. Það var hægt að þekkja hann þannig og þau voru sett saman í kistu.